Komiði sæl frábæra fólk. Í þessum þætti ætlum við að fara yfir brot úr því besta frá árum áður á N4 og ætlum að hitta alls konar skemmtilegt og áhugavert fólk frá öllu landinu. Komiði með. Til Hesteyrar eingöngu hægt að komast sjóleiðina og eru áætlunarferðir frá Ísafirði og Bolungarvík á tímabilinu frá júní til ágústloka. Á Hesteyri byrja flestir göngumenn göngur sínar Hornstrandar friðlandið. Læknishúsið á Hesteyri lítið fjölskyldurekið kaffi- og gistuhús, staðsett í stórfenglegri náttúru Hornstranda. Hrólfur Vagnsson annast þar reksturinn ásamt móður sinni Birnu Hjaltalín Pálsdóttur. Hrólfur, hvenær komst þú hingað fyrst? Allra fyrst kom ég svona 1966-67 með foreldrum mínum. Þá á litlu trillans pappa, þá vorum við pappi og systir hans bæði með 7 börn, 4 fullarnir. Ég á litlu trillu með Björgun á 4. Þannig að það var ekkert að spyrja því þann tíma það var bara farið. Og hvaðan fóruð þið? Frá Bolungarvík. Krakkaskarin grenjandi og hann í lúkar og þá kölluðu þeir við erum snúin við. Svo var alltaf vaknað upp á Hesteyri, 2,5 tíma seinna. Og voruð þið þá bara allt sumarið eða hvernig var þetta? Nei, þetta var nú frekar stutt til að byrja með 2 vikur kannski í hastarlagi og þá var við byrjun í tjöldum og svo keyptu foreldrar mín í skólan og með annarri fjölskyldu, með systur pappa. Og síðan mörgum ára seinna, ekki fyrir 93, sem var læknishúsið hérna kom í hendur mömmu sem á það ennþá. Hvað ert þú búin að vera hérna þá samfleytt lengi núna? Alveg frá 2006 þá fór ég að taka svona, að koma og hjálpa mömmu. Hérna systur mínar voru mikið á undan mér, ég var alltaf út í löndum, bjóð þar og bý enn, veituna. Og síðan 2006 ég kom ég þá hverju sumri. Hvað er það sem dregur þig? Það þarf ekki að útskýra. Nei, allt þetta sko. En þið eru búin að gera læknishúsið upp og hvaða starfsemi fer fram í því nú? Já, það voru eiginlega þessi kjarnorkukettlingar systur mínar með mömmu sem kom þessu húsi í stand og þetta var svolítið draugahús fyrir okkur í gamla daga þegar við vissum að það var kjallar í húsinu og betrekkinn héngu í herberginu sko, og við tókum alltaf stóra góðum þetta. En svo tóku þær heldur betur til hendina og gerðu það því sem það í dag. En rekur þú það í dag? Já, ég og mamma. Mamma fyrir vestan og við hringjumst á daglega til að sjá hvernig þetta gengur og hvað að gera og svona. Og hvað í boði í læknishúsinu í dag? Sko, það þetta gista hérna. Við erum með eingöngu 3 herbergi í húsinu. Þetta alveg lítið, þó þetta sé stórt á mælikvarða hérna. Sko. Þá eru 3 herbergi og við getum komið fyrir 16 manna hópum. Ef það parast vel. Parast ekki stundum bara þegar líður á? Jú, heldur þetta. Og svo eru fólk að koma bara í dagsverð hérna og fer í kaffi, gefur kaffitrókar. Svo hafði aukið svolítið síðustu ár svona komur farþegar af skemmtiferðaskipum sem kom á Ísafjörð og það náttúrulega dó alveg í fyrra. Og það var orðið svolítið, þetta var auðvelt fyrir okkur. Fólki kom, gekk hérna eins og perlufesti, kom hjá okkur kaffi eða sveitingar og farið eftir klukkutíma. Þannig en það aðeins að byrja aftur. En hvernig sérðu þetta þróast? Viltu hafa þetta svona bara eða ætlar að fara að gera eitthvað meira? Nei, alls ekki. Og þetta ekki alveg stútfullt allt sumar. Þetta bara í júlí eiginlega sem þetta svona vel sótt og vel bókað í gisting og svona. En svo feitar þetta út í ágúst. Ég kom mjög snemma þetta ár í byrjun maí. Og ég vonast, þá voru svona skíðahópar sem kom hérna á fjallaskíði. Það tókst rosalega vel. Voru svona 2 fyrstu helgarnar í maí. Fólki alveg yfir sig hamingjusamt. Og við ætlum að prófa kannski á næsta ári að færa þetta alveg fram í apríl. Þannig að þetta svona aðeins að teygjast í báða enda og endirinn á þessu verður og ég ætla að hafa hérna vetursetu. Ég held að það verði upp á öllu. Þú áttir draum? Já, við sjá hvernig þetta alltaf veturinn sko. Dásamlegt. Heldur að sé búandi hérna yfir veturinn? Forfeður okkar gátu þetta og við erum komið með rafmagn hérna eftir mikið streð settum við vatnsfallsvirkjun hérna upp í fjalli og ef hún gengur yfir veturinn þá okkur engin vorkunn. Mér langar svo bara til að finna fyrir hvernig þetta maður sér öll umbrotin hérna hvað gengur á fjaran, hún umturnast til á hverjum einasta vetri
þessi litla á, hún breytir farveg alltaf, þannig að hlýtur að ganga alveg rosalega mikið á. Og svo bara þessar kyrru vetranætur, án ljósmengunar, án alls. Ég held að hljóta að vera dásamlegt. Það held ég hljóta að vera. Alveg visst. Yndislegt. Ég heiti Birgir S. Birgisson og ég er uppalinn Reykvíkingur en kom hérna austur í Hveragerði þegar ég var 15-16 ára, fór þá á Garðyrkjuskólann. Þannig að við getum sagt að ég sé Hveragerðingur í dag. Okay. Og ég er garðyrkjubóndi. Já. Og hvað ertu að gera hérna? Þú ert með 3 hús, eða ekki? Jú, með 3 hús og við ræktum hérna eingöngu pottaplöntur. Eingöngu. Málið var það að ég var að vinna eftir Garðyrkjuskólann. Þá var ég að vinna eingöngu við pottaplöntur í Noregi og í Danmörku. Og þegar ég kem heim og kaupi þessa stöð, þá voru eiginlega eingöngu afskorin blóm hérna. Já, okay. Svo smátt og smátt henti ég þeim öllum út og byrjaði í pottaplöntunum. Ég hafði kannski var það bara því að unni við það, skilur, þessi 5 ár sem ég var erlendis. Já. Og ertu að selja þetta út allt land? Já, það er sem sagt, já, ég vona það alltaf. Það var að fara út allt land, það er bara lágmarkið. En þú ert farin að gera eitthvað nýtt núna. Þú varst að byrja með einhverja ferðaþjónustu, getur þú sett aðeins frá því? Já, fólk er búið að biðja að fá að koma með túrista. En mér fannst eins og stöðin var ekki alveg tilbúin á þeim tíma. En eftir ég byggði þetta hús hérna og steypti allar plöturnar hérna í gólfinu, allt gólfið er steypt og svo framvegis, þá fannst mér ég geta tekið á móti fólki og það byrjaði núna í sumar, síðastliðið sumar og það var sem sagt koma hérna daglega, einn hópur eins og staðan er í dag. Og þú ert þá í samstarfi við eitthvað ferðaþjónustu fyrirtæki sem kemur með hópa? Já, þetta er 16 manna hópar og þetta eru eldri borgarar frá Bandaríkjunum. Okay. Og bara svakalega skemmtilegir. Ég hef orðinn eldri borgari líka, þannig að maður nú að flokka mig undir það líka, sko. Já, þú tengir við þessa hópa? Ég tengist mjög vel við þessa hópa. Já. Og hvernig er þetta? Þau koma hingað og hvað er gert? Það er spjall aðeins fyrst aðeins Hveragerði, hvernig þetta byggðist upp hérna bærinn. Og svo segir maður einhverja brandara og svo er bara skoðuð blómin og sagt frá að maður sé með þetta allt lífrænt, ekki nein eiturefni. Maður noti bara lífræna varnir og enga plastpoka og svo framvegis og fólk er mjög, já það hefur bara haft mjög gaman held ég að það koma hingað. Já, þú ert mjög umhverfisvænn, heyrði ég. Já, maður reynir það eins og við öll. Vesturlandi er nú ekki þekkt fyrir annað en gleði, en það er alveg sérstaklega mikil gleði hérna á Vesturlandi næstu helgi. Hér í Borgarnesi verður hinsegin hátíð. Hún fer þannig fram að það gengi hérna niður eftir bænum og allavega niður í Skallagrímsgarð, en þar ætlum við akkurat að hitta fólkið í stjórn hinsegin Vesturlands og það ætlar að segja okkur frá þessari hátíð. Jæja, það stendur mikið til helgina, núna 9. til 11. júlí. Hvað eru þið að fara að gera? Við erum að fara að halda hinsegin hátíð Vesturlands hérna í Borgarnesi. Og með bara gleði, göngu og skemmtið dagskrá og alls konar húllum hæ. Já, ætlum heldur betur að skreyta bæinn í regnbogaleitunum, hafa smá partí og allt Vesturland. Og smá glimmer kannski, ég sé að þú ert svolítið glimmeraður. Smá glimmer, það verður alltaf að skína, smá. Fyrir hverja er þessi hátíð? Bara alla sem styðja jafnrétti og mannréttindi. Og já, bara hinsegin fólk og ekki hinsegin fólk og bara fjölskyldur og vel unnara. Já, ekki endilega bara íbúa á svæðinu, heldur þess vegna gestir velkomnir? Bara allt landið og alla sem eru í heimsókn á landinu, bara sem flesta. Já, þannig að þetta er opið öllum? Já, hér eru tjaldstæði, hótel, fullt af gistimöguleikum, bara endilega mæta og fagna með okkur. Gunnar, það ættu öll sveitafélög að eiga eina Gunnu Dan. Það er bara þannig, þú ert þekkt fyrir það að vera gleðisprengja
og mér finnst svo fallegt að þú ferð all-in í þessa hátíð, hinsegin hátíð Vesturlands. Gift kona á besta aldri, hvernig kemur þetta til? Sko, ég mjög litaglöð manneskja að eðlisfari og finnst gaman að öllu svona sem gleði. Og svo náttúrulega Ingvar vinur minn, hann tók mig bara að tali og við skelltum okkur í þetta saman. Og já, ég hef bara gaman að litum og gaman á alls konar fólki og mér finnst bara frábært að halda svona gleði hátíðir. Alveg sama hvernig við erum. Við erum öll manneskjur og við fæðustum eins. Þannig að svo bara breytust við fyrir svona sikk og sakk og það bara geggjað. Sauðamjólk var aldir nýtt til manneldis hér á landi og unni úr henni skyr, smjör og ostar. Þekking á þessu íslenska handverki hefur þó hægt og rólega verið að hverfa með árunum og við hættum að mjólka ær þar sem markaðurinn fyrir lambakjöt var hagstæðari. Anne-Marie í Fljótsdal hefur nú tekið málin í sínar hendur og unnið að því undanfarið að endurvekja handverkið og með því viðhalda þessum mikilvæga menningararfi okkar Íslendinga. Sko, það var í rauninni þannig, ég fór í þetta að framleiða úr sauðamjólk af því ég kom frá Þýskalandi til Íslands og upplifaði þannig að það eru mjög margir kindur hér á Íslandi en samt engin sauðaostur til. Ég var svo vön að fá sauðaostur í öllum löndum í Evrópu, mér finnst það mjög góður og það passaði ekki saman hjá mér, það fannst mér skrítinn. Og svo heyrði ég líka yfir tíman að það mjög erfitt hér á Íslandi núna í sauðfjárrækt. Það erfitt að fá tekjur, en verð bara svo lágt og þá fór ég bara að hugsa, það ekki tækifæri hér til að fara í svona verkefni og prófa að gera sauðaostur í fyrsta lagi. Anne-Marie framleiði vörurnar undir nafninu Sauðagull, en það var einmitt það sem bændur kölluðu peningin sem þeir fengu fyrir sauðfé sem þeir seldu til Bretlands. Það hefur verið hefð á Íslandi að mjólka ær og það hefur verið hefð til fyrir svona 100 ár cirka. Það var það mjög algengt og það var líka sagt að sauðfjárbændur sem voru að mjólka ær voru í rauninni þau ríkasta sauðfjárbændur því þau voru með besta næring. En þá hefur þessa hefð bara alveg gleymst. Með framtaki sínu að framleiða matvörur úr sauðamjólk vill Anne-Marie styðja við íslenska sauðfjárrækt og hvetja aðra til að nýta mjólkina sem þykir holl, bragðgóð og næringarík. Það eru nokkra atriði sem gera sauðamjólk mjög sérstakt. Hún eitt af þeim næringaríkastum mjólkurtegunum heimsins. Hún hefur í rauninu svona næst tvöfaldan upphæð af feiti og prótín en kúamjólk. Hún líka svona aðeins tengd við því að lækka kolesteról. Hún hefur mikið af vítamínum og steinefnum, stundum meira en kúamjólk, það fer bara eftir vítamín. Og svo líka það að fólk sem þolir ekki kúamjólk getur oftast án mál borða sauðamjólkurvöru. Anne-Marie með meistaragráðu í menningarlegri mannfræði frá Johannes Gutenberg háskólanum í Mainz og hefur mikinn áhuga á sjálfbærni og matargerð. Sko, ég kom til Íslands frá Þýskalandi og var að búa þar í stórum borg alla mitt líf og kom svo hingað í þetta sveit hér í Fljótsdalur, í rauninni bara á síðustu bæ, það sem til hér. Og það var náttúrulega svolítið stórt breyting. Ef maður hefur spurt mig áður en að ég kom hingað hvort ég myndi vilja búa í svona sveit, þá hefði ég örugglega sagt nei, takk. En þá kom ég hingað og upplifaði þetta náttúrunni hér og bara jákvætt fólk og fallegt tungumál og allt og þá fór það bara allt að breyta hjá mér. Þannig að ég ákvað bara að þetta frábært staður til að vera og bara ennþá mjög ánægð með þessa ákveðin að vera hér og get ekki ímyndað mér að fara aftur að búa í borg. Til að kynna okkur frekar þessa þekkingu sem hefur verið að glatast með árunum, förum við með Anne-Marie og fylgjumst með henni við mjaltir á sauðfé. Fyrst þarf að byrja á að þrífa spenann með sérstakri sápu. Hvert kind á bara 2 spenur. Það náttúrulega munur á kúum og kindum. Og þar sem þau eru ekki rækt í mjaltir á Íslandi, þá líka mjög misjafnt hvernig spennan eru. Og maður verður svona aðeins að finna leið til að mjólka þær svo að þau eru með mjög litla spena eða spennan bara svona og svona, það bara mjög misjafnt. Því næst þarf að athuga hvort ekki sé allt með feldu. Ég núna að taka sýni, bara til að sjá hvort mjólkin allt í lagi, hvort það eitthvað að. Þetta bara svona renna hér í gegn.
Og ef það væri eitthvað að til dæmis júgurborga eða svoleiðis þá væri það ekki að renna eins einfaldlega í gegn hér. Og þá ekkert af vanbúnaði að hefja mjaltirnar. Nú ætla ég að kveikja vélinn. Hann fyrir 2 kindur í einu. Og ég kveikja hann bara hér. Það búin að stoppa hér. Ég tek þetta af núna. Það sko í vor sýnist svona 300 millilitra á eina mjáltartíminn. Við erum sem sagt að mjólka einu sinni á daginn. En núna í haust það svolítið erfitt að segja, við erum ekki búin að reikna meðaltalið út. Það náttúrulega minna. En það eru einstaka sem eru með meira eða já, kannski líka þessa magn. Það líka það sem ég svona sjálfur pínu að stríða með. Þegar maður vil hafa meira mjólk í framtíðinni, þá myndi það náttúrulega þýða eða mjólka fleiri eða mjólka allan sumar til í haust. En mér persónulega finnst það mjög skemmtilegt að þau geta farið út á fjall eins og það og maður mjólka þeim bara í vor og svo aftur í haust. Því mér finnst það alveg skemmtilegt að þau eru svona frjáls. Þannig að ég svona pínu að hugsa hvernig það verður í framtíðinni. Í Vaglaskógi verið að reisa 450 fermetra byggingu mitt á milli tjaldstæðan í Stóra-Rjóðri og Hróastaðaness. Við hittum skóavörðin í morgunkaffi á byggingastað til að forvitnast nánar hvað stæði eiginlega til. Rúnar, segðu mér aðeins frá þessum framkvæmdum hérna á baku okkur. Hvað stendur eiginlega til? Við erum að reisa hérna áningastaði í skóginum, í Vaglaskógi og hann nú með svona formlegt nafn, Eldaskáli og þetta náttúrulega megintilgangurinn auðvitað að bæta aðstöðuna hérna fyrir fólk og þetta á sér auðvitað dálítið sögu. Þetta verkefni sem verið að vinna. Það verið að búið að reisa einn svona skála nú þegar á Laugarvatni og síðan þetta komið vel á veg hér í Vaglaskógi og síðan á að halda áfram. Næst á að reisa á Hallvanstað og það sem merkilegt við þessa byggingu meðal annars það að þetta byggt úr íslensku timbri og þetta auðvitað sprottið upp úr samkeppni sem var gerð hér áningastaði á sín tíma hjá Skógræktinni og síðan þetta verkefni styrkt af umhverfisráðuneytinu gegnum það sem kallað uppbyggingu innviða. Og þetta nú engin smá smíði, Þetta rosaleg bygging. Ja, þetta nú eiginlega stærra heldur en ég átti von á, þegar maður sér þetta svona hérna inn í skóginum, En hérna svo breytist þetta auðvitað þegar kemur þakk á þetta og þá svona kannski þetta ekki eins stórt eins og það virðist vera núna, Þannig að erum við að tala að næst þegar ég kemur í skóginn þá munum við vera að drekka kaffi hérna innan dyra? Það held ég að sé nánast öruggt mál, við viljum það en það við getum reiknað með því að það gerist svona ekki núna í haust heldur haustið 2022, þá verður þetta tilbúið, alveg klárlega. Segðu mér aðeins nánar frá nýtingunni á skálanum, hvað á að nýtast í? Já, það nú kannski bara að þróast svolítið en auðvitað þetta fyrst og fremst opið almenningi og fólk getur þá leitað þarna inn þegar veður eru válynd og svo náttúrulega bara möguleiki þarna að koma þarna inn og grilla og annað slíkt En svo gefur þetta möguleika á því að taka á móti hópum, vera með fræðslu og mögulega geta menn verið með einhverja viðburði eitthvað þvíumlegt Það er náttúrulega svolítið undir okkur sjálfum komið hvernig það þróast. Vantaði einhverja svona innanhús aðstöðu hérna í skóginn? Já, ég held að megi segja það. Við höfum ekki verið með neina grillskála eða neitt slíkt. Það sem að fólk getur til dæmis ef það eru rigningar eða eitthvað slíkt það sem fólk getur leitað inn. Fólk sem að koma hérna kannski ekkert sérstaklega til að tjalda heldur kannski bara ganga hérna skóginn að geta þá stoppað á einhverjum stað og komist undir þak.
Það er alveg á hreinu. Og þessi grillskáli, hann stutt frá einu aðal tjaldsvæðinu hérna í skóginum? Já, hann svona eiginlega mitt á milli Stóraróðs og Hróastaðanes sem nú svona stærstu tjaldsvæðin hérna. Og fólk getur þá einhverju liti nýtt þetta sem á þeim svæðum með það kæri sem. En þetta nokkuð stórt tjaldstæði hérna hjá okkur í skóginum. Þetta dreifist á marga staði. Já, það svona eiginlega einkennið á tjaldsvæðinu hérna, þó að þetta sé kannski ekki óskaplega praktist að dreifa þessu svona, þá eru svæðin dreifð, þau eru hérna inn í skóginum og fólk getur svona valið kannski úr ýmsum möguleikum eða vill. Og hvað, alltaf vinsælt að koma og tjalda í Vaglaskógi? Jú, það er alltaf mikið fólk sem kemur hérna yfir sumartíman og hérna við höfum auðvitað verið að reyna að bæta aðstöðuna hérna eins og frekast rundan en það hefur svona tekist kannski þokkalega að mínum mati. Svo eru þetta líka hérna bara fólk sem kemur hér kannski ekki eingöngu til að gista heldur eru hérna göngustígar viðþyrmt göngustíganet þannig að fólk getur notið hér út yfir í skóginn.